Fasteignafélögin leiddu umtalsverðar hækkanir í Kauphöllinni í ár á meðal Play og Sýn áttu erfitt uppdráttar. Sérfræðingur segir miklar vonir bundnar við Alvotech á næsta ári. Snjó kyngdi niður á vestanverðu landinu í nótt. Morguninn var sá snjóþyngsti í höfuðborginni í vetur. Aðalvarðstjóri hjá lögreglunni segir að margir ökumenn mættu skafa betur af bílum sínum. Hönnun flugvallarins gæti hafa átt þátt í hversu mannskætt flugslysið varð í Suður Kóreu í gær. Flugfélagið vinnur nú að úttekt á lendingabúnaði annarra véla sömu tegundar. Nöfnum ráðuneyta hefur hvað eftir annað verið breytt á undanförnum árum. Nafni félagsmálaráðuneytisins hefur verið breytt 5 sinnum undanfarin áratug. Áform ungs bónda að taka við búskap af foreldrum sínum í Borgarfirði í uppnámi vegna fyrirhugaðrar flutningslínu raforku. Gott kvöld. Ávöxtun á hlutabréfamarkaði var umtalsvert betri hér á landi en í nágrannalöndunum. Fasteignafélög áttu sérlega góðu gengi að fagna. Heilt yfir var árið 2024 fjárfestum í Kauphöllinni gjöfult og hækkaði úrvalsvísitalan rúmlega 15%, sem umtalsvert meiri ávöxtun en í nágrannalöndunum. En fjárfestar þurftu að sýna þolinmæði því nær öll hækkunin varð á síðustu mánuðum ársins. Vextir byrjuðu að lækka í haust, þeir eru búin að lækka núna 75 punkta eða 0,75% stig og markaðurinn gerir ráð fyrir að það muni halda áfram og flestir gerir ráð fyrir að vextir lækki kannski 2–3% á komandi ári. Ef við skoðum þau fyrirtæki sem hækkuðu mest á árinu má sjá Amarok Minerals sem bókstaflega malar gull á Grænlandi og sprotafyrirtækið Oculis sem var skráð á markaði í vor. En fasteignafélögin Heimar, Kaldalón og Reytir þeirra á meðal áttu áberandi góðu gengi að fagna. Það annars vegar verðbólgan búin að vera há. Fasteignafélögin það má segja að þau séu svona löng verðbólga. Þau eru með verðtryggða leigusamninga. Þannig að þau svona græða á verðbólgunni á ákveðnu leyti. En svo náttúrulega eru þau gríðarlega skuldsett. Þannig að lækkandi vextir og væntingar frekari vaxtalækkanir koma þeim náttúrulega mjög vel. Af 28 skráðum félögum hækkuðu 20 í verði. Smásölurisarnir Festi og Hagar áttu góðu gengi að fagna. Hækkun bankana var öllu hóflegri og Icelandair náði að rétta mjög úr kútnum þegar líða tók á árið. En gengi Play og Sýnar var áberandi verst. Og þau náttúrulega hafa bara bæði því miður verið í þeirri stöðu að kannski valda ákveðnum vonbrigðum í sínum uppgjörum. Þá vekur athygli að fyrirtæki sjávarútvegi áttu erfitt uppdráttar í ár. Þar loðnunni líklegast að kenna. Ekkert var veitt í ár og nýjustu mælingar gefa ekki fyrirheit loðnuvertíð á næsta ári. Markaðurinn allan að virðist vera verðleggja félögin þannig að það sé útlit fyrir að það verði engin loðnukvóti. Fjárfestar fara bjartsýnir inn í nýtt ár. Væntingar eru að minnstakosti 3 ný fyrirtæki bætist við í Kauphöllina og hafa Samkaup, Arctic Adventures og Íslandshótel verið nefnd í því samhengi. En það síðastnefnda féll frá skráningu í ár. Í könnun sem Alexander gerði meðal fjárfesta eru áfram gerða mikla væntingar til Amarok og Oculis á næsta ári. Flestir voru það því að Alvotech ætti mest inni. Lesi ekki bara þessi plönum gríðarlega veltu aukningu og félagið búið að tapa miklum peningum undanfarið en plönin gangi út á það muni breytast hratt og muni fyrir að skila hagnaði. Landsmenn vöknuðu við fannfergi víða land í morgun. Snjónum kyngdi niður á höfuðborgarsvæðinu í nótt og umferð gekk hægt fram eftir degi. Aðalvarðstjóri í umferðardeild lögreglunnar segir allt of mikið að fólk skafi ekki nógu vel af bílnum áður en lagt af stað. Starfsmenn vetrarþjónustu borgarinnar voru mætti til vinnu klukkan 4 í morgun og veitt ekki af. Byrjað var að ryðja stofn og tengibrautir og eftir það farið inn í húsagötur. Það bara gengið vel. Kom svolítið góðu bakki yfir okkur núna í morgunsárið sem er nú stytt upp núna og nú erum við bara með allt í fullu gangi að hreinsa og reyna að græja fyrir kvöldið. Þótt dagurinn sé sá snjóþyngsti í höfuðborginni þennan veturinn, segir Eiður að þetta þykir nú samt ekki mikið. Við reynum okkar besta að taka alla svona grófhreinsun í dag, en ég gerir ráð fyrir að verði einhverja snyrtingar í fyrramáli sem við þurfum að fara í. Áður en lagt í hann ríður á að skafa og ef maður er á stórum bíl þá er best að gera það almennilega. Ef þú ætti lélegan jeppa þá fyrir að selur hann á Facebook núna. Nú er allir brjálæðir að eiga svona bíla eins og þennan. Það voru eins og það er ekki allir jafn duglegir að skafa og Halldór.
Við erum að sjá þó nokkuð mikið af ökutækjum þar sem ökumenn ekki að skafa bílana. Við þurfum að eiga samskipti á milli okkar í umferðinni, gefa stefnuljós þegar við ætlum að beygja og þess háttar. Og það gefur auga leið að aðrir ökumenn sjá ekki hvað þú ætlar að gera þegar við erum með snjó og klakka á stefnuljósunum. Árni segir að nokkuð hafi verið umferðarslys í morgun, sérstaklega þar sem fólk keyrði ekki miðað við aðstæður. Í vetrarfærðinni þýði ekki að keyra eftir hámarkshraða, en hann miðast við bestu aðstæður. Ökumenn á bílum eru einfaldlega að keyra allt og hratt, keyra ekki miðað við aðstæður. Það er svona helsti orsakavaldur. Og það fer ekkert fram hjá Haukfrái auga aðalvarðstjórans. Aðstandendur þeirra sem fórust í flugslysinu í Suður Kóreu í gær gagnrýna flugfélagið og yfirvöld fyrir virðingarleysi við jarðneskar leifar þeirra. Flugfélagið hefur fyrirskipað athugun á lendingarbúnaði allra véla sinna af sömu tegund. 179 fórust með Boeing 737-800 vél Jeju Air þegar hún lenti með hjólinn uppi á flugvellinum í Muan í Suður Kóreu í gær. Rannsakendur héldu áfram störfum við flakið í dag til að afla sönnunargagna. Aðstandendur sem bíða fregna eru ekki sáttir við vinnubrögðin, hvorki við upplýsingagjöf né við að ná jarðneskum leifum hinna látnu. 현재 피해자들의 유해가 방치되어 있습니다. 경락고 바닥에 널브러져 있습니다. Ekki búið að bera kennsl á alla sem fórust. Yfirvöld, flugfélagið og starfsmenn Boeing rannsaka orsök slysins. Fyrst var talað að vélin hefði flogið inn í fuglager. Flugfélagið tilkynnti síðan að áður hefðu komið upp vandamál með lendingarbúnað sömu flugvélategundar og verður hann skoðaður í þeim öllum. 자동으로라던가 또는 수동으로라던가 그 방법을 통해서 풀 수 있는 방법이 있고요. 왜 안 펴졌는지에 대한 원인 조사는 정확하게 FDR 분석을 통해서 규명을 해야. Yfirvöld hafa jafnframt ákveðið að gera öryggisúttekt á allri flugstarfsemi landsins. Sérfræðingar hafa bent á að orsök mikils mannskaða gæti verið að vélin hafi við lendingu lent á vegg við enda brautarinnar sem var byggður utan leiðsöguloftnet. Bilun í búnaði hafi aðeins orðið til þess að vélin lenti á miklum hraða. That's why the aircraft went over the end of the runway. That's why, because aircraft occasionally will go over the end, you don't put solid structures immediately in the overrun, but that's what happened here. Hingað heim. Ráðuneyti landsins hafa hvað eftir annað skiptum nöfn á undanförnum árum. Mörg þeirra ganga í endurnýjun lífdaga með tilkomu nýrrar ríkisstjórnar á meðan önnur koma ný inn. Nafni félagsmálaráðuneytisins hefur verið breytt 5 sinnum á síðastliðnum áratug. Nýrri ríkisstjórn fylgja jafnan breytingar, vissulega á málefnum en nöfnum á ráðuneytum hefur líka ítrekkað verið breytt undanfarin ár. Eins og til dæmis Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið sem fyrst hét Vísinda-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið og til að flækja þetta enn frekar þá heitir ráðuneytið í dag Menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytið. Svo ekki sem minnst á þetta ráðuneyti hér sem heitir núna Félags- og húsnæðismálaráðuneytið. Síðast hét það Félags- og vinnumarkaðsráðuneytið, þar áður hét það Félags- og barnamálaráðuneytið og þar áður hét það Félags- og jafnréttismálaráðuneytið. Þar á undan hét það Velferðarráðuneytið. Það hét hins vegar því einfalda nafni Félagsmálaráðuneytið í tæp 70 ár eða til ársins 2007. Þá erum við vitaskuld með forsætisráðuneyti og fjármála- og efnahagsráðuneyti en matvælaráðuneytið ekki lengur til því það heitir núna atvinnuvegaráðuneyti. Þá ekkert verið að flækja málin með dómsmálaráðuneytið þó jafnréttis- og mannréttindamál færist þangað frá fyrrnefndu félags- og vinnumarkaðsráðuneyti. Og þá koma heilbrigðisráðuneyti, menningar, nýsköpunar og háskólaráðuneyti, félags- og húsnæðismálaráðuneyti og mennta- og barnamálaráðuneyti. Innviðaráðuneytið verður samgöngu- og sveitarstjórnaráðuneyti og umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti og utanríkisráðuneyti halda sér. Ráðuneytum hefur með þessu verið fækkað úr 12 í 11 og til að halda áfram að flækja hlutina þá sameinast Umhverfisstofnun og Orkustofnun í eina stofnun sem fær heitið Umhverfis- og Orkustofnun. Þó fer aðeins hluti starfsemi Umhverfisstofnunar þangað og hinn hlutin eða náttúruverndarsvið sameinast Vatnajökulsþjóðgarði og verður að Náttúruverndarstofnun. Þá verður stofnun Vilhjálms Stefánssonar lögð niður og verkefnin sameinast Háskólanum á Akureyri. Landmælingar Íslands og náttúrurannsóknarstöðin við Mývatni eru orðin hluti á Náttúrufræðistofnun Íslands og saman verða þau að Náttúrufræðistofnun. Það gæti orðið áhugaverð gestaþraut að leggja þetta allt saman á minnið en það hlýtur að takast á endanum að minnstakosti fyrir næstu kosningar.
Ungur bóndi í Borgarfirði meðal þeirra sem gagnrýna áætlaða legu Holtavörðuheiðarlínu 1. Hann segir að nýju stálmöstrin hindri uppbyggingu á jörðinni. Við erum ég og kona mín og barn erum að vinna ættliðaskiptum á jörðinni og stefnum á að byggja okkur hérna hús og stækka búskapinn. En það verður kannski ekki af því með þessi áform. Á kynningarfundum sem Landsnet hélt skildist bændum fyrst að endurnýja ætti gömlu byggðalínuna. Í kjölfarið breyttust áætlanir og Holtavörðuheiðarlína 1 sem nú í umhverfismati verður nýtt mannvirki, reist við hlið þeirra gömlu. Gömlu tréstaurarnir eru í kringum 10 metrar á hæð. Hinir nýju eiga að vera 2-falt hærri og úr stáli. Síðumúlaveggir eru 360 hektara jörð en aðeins hluti þess nýtist í landbúnað. Byggðalínan þegar til trafala í bústörfum. Ný möstur og vegirnir af þeim munu þrengja að möguleikum til uppbyggingar. Jónas og fjölskylda ætla að reisa íbúðarhús á lóð sem hefur verið á skipulagi síðan 2021. Við erum búin að hanna okkur steinsteypt hús með alveg 180 gráð útsýni. Enda frábært útsýni frá þessari jörð, sem sér vel yfir allt landsvæðið okkar. Þau ráðgerðu að hefja framkvæmdir á nýju ári samhliða uppbyggingu á bænum eins og nýju fjósi handan línunar. En við erum bara stopp. Við vitum ekkert hvað við getum gert. Við ætlum ekki að fara af stað í að byggja þessu svæði ef að línan verður þarna og þetta bara kostar okkur tíma. Og við erum bara svona aðeins að hugsa hversu lengi getum að beðið. Tekur þetta ferli 2 ár, 5 ár, kemur lína, kemur hann ekki, getum einhverju breytt. Við hreinlega vitum það ekki. Umhverfismatsskýrslan sjálf 600 blaðsíður og henni fylgja 12 viðaukar. Jónas segist ekki vilja telja vinnustundirnar sem fara í að leggjast yfir gögnin. Og samtal okkar hjúa á kvöldin einmitt þessa línu og þetta hefur talsverð áhrif bara á skap og líðan hjá fólki. Jónas og fleiri bændur óskuðu eftir breytingum við Landsnet og aðstoð frá Borgarbyggð sem gerði ekki athugasemd við umhverfismatsferlið. Þá fór hópur úr Borgarfirði á fund skipulagsstofnunar nýlega að ítreka gagnrýni sem kom fram í umsögnum. Við erum bara talsmenn okkar sjálfs og við erum náttúrulega bara að tala stórt fyrirtæki og það vilja allir fá rafmagn í landið og vera að tala orkuskipti og annað og við erum alveg inn á því en það þarf að vera í samráði við landeigendur og hlýtur að velja bestu leiðirnar. Jimmy Carter, fyrrverandi Bandaríkjaforseti, lést í gær 100 ára að aldri. Hans helst minnst fyrir aðkomu að milliríkjasamningum eftir forsetatíð sín. Carter ólst upp á hnetubúi í Georgíuríki. Hann synti búinu og kenndi í sunnudagaskóla áður en hann komst til metorða í demokrataflokknum og varð ríkisstjóri í Georgíu. Þegar hann var kosinn forseti 1976 voru markmiðin einföld. To lead our party back to victory and our nation back to greatness. Forsetatíðin var stormasöm. Hann kom á friðarsamningi milli Ísraelsmanna og Egypta sem heldur enn og samningi við Sovétríkin fækkun kjarnorkuvopna. En forsetatíðin litaðist af yfirtöku íranskra stúdenta og sendiráði Bandaríkjanna þar árið 1979. 52 bandaríkjamenn voru í haldi í 444 daga. Misheppnuð björgunartilraun sem kostaði 8 bandaríska hermenn lífið leiddi umfram annað til þess að Carter tapaði stórt fyrir Ronald Reagan í forsetakosningunum 1980. Carters helst minnst fyrir störf í utanríkismálum eftir það. Hann stofnaði Carter samtökin 1982 til að vinna að friði og mannréttindum í heiminum. He worked to eradicate disease not just at home but around the world. He forged peace, advanced civil rights, human rights, promoted free and fair elections around the world. Carter kom á vopnahléi í stríðinu í Bosníu, samdi lausn dæmds Bandaríkjamanns í Norður-Kóreu, barðist fyrir lýðræði á Kúbu og kom stundum bókstaflega að byggingu húsa fyrir heimilislausa víða heim svo fátt eitt sé nefnt. Hann hlaut friðarverðlaun Nóbels árið 2002 fyrir óþreytandi baráttu fyrir félagslegu og efnahagslegu réttlæti. Honum var umhugað að eftirmenn sínir beittu sér í þessum efnum, til dæmis Donald Trump. And I pray that he will keep our country at peace and will not exaggerate or exacerbate challenges that come up with North Korea or with Russia or in Syria and so forth. Fjölmargir þjóðarleiðtogar hafa minnst Carters og talað hann sem frábæran samningamann sem beitti sér fyrir vernd lýðræðis og mannréttinda. Flaggað var í hálfa stöng við Hvíta húsið og Empire State byggingin í New York var lýst upp. Þá lagði fjöldi fólks leið sína að Carter miðstöðinni til að minnast hans. Það kemur ekki á óvart að Grindvíkingar upplifi vonleysi, depurð og jafnvel reiði. Þetta segir sálfræðingur sem hefur starfað fyrir Alþjóða Rauða krossin á hamfarasvæðum og hefur mikla reynslaði að vinna með fólki sem hefur lent í áföllum.
Skilningur og samkennd skipti mestu máli. Í fréttaskýringaþættinum Kveik í gær var skyggnst inn í líf grindvískra fjölskyldna sem hafa verið á hrakhólum undanfarið ár, en fréttamenn hafa fylgt þeim eftir með reglulegu millibili allan þann tíma. Í þættinum kom fram að bæjarbúar hafa upplifað ýmsar tilfinningar, sorg, vonleysi og jafnvel reiði. Elín Jónasdóttir, sálfræðingur, segir þetta algeng viðbrögð við hamförum. Þetta eru hamfarir sem eru óviðjafnanlegar, þetta er eitthvað sem gerist og gerist aftur og aftur. Þannig að þarna er fólk að upplifa alls konar viðbrögð og við sjáum mismunandi viðbrögð eftir einstaklingum. Elín er sjálfstætt starfandi sálfræðingur og hefur mikla reynslu af því að vinna með fólki sem hefur lent í áföllum. Hún hefur til að mynda starfað fyrir alþjóða Rauða krossin á hamfarasvæðum. Hún segir að algengt sé að fólk trúi ekki því sem hafi gerst, enda erfitt að horfast í augu við raunveruleikann. Áfallastreitu viðbrögð, þau svona dynja á okkur. Alveg sama hvar við erum eða hvernig við erum öll mannleg. Þegar fólk lendir í aðstæðum sem þessum skiptir mestu að finna fyrir skilningi og samkennd. Og til þess að við getum sýnt skilning og til þess að við getum sýnt samkennd, þá þurfum við að hlusta. Þá þurfum við að taka eftir og veita skilning og samkennd svolítið að forsendu þeirra sem við viljum styðja. Hópur félaga í slysavarnadeildinni í Reykjavík stóð í eldhúsinu í allan dag. Þeir elduðu mat fyrir á 300 sjálfboðaliða sem standa vaktina í flugeldasölu björgunarsveitanna á höfuðborgarsvæðinu. Það er kallað flugelda-eldhúsið, eldhús slysavarnadeildarinnar í Reykjavík, þar sem félagsfólk sér til þess að þau sem standa vaktina í flugeldasölunni finni ekki til svengdar. Við erum að undirbúa mat fyrir sjálfboðaliðana í sölunni hjá björgunarsveitunum öllum. Og hvað fá margir að borða hjá ykkur? Í dag eru það svona cirka 200 manns. Og þessi 200 matarskammtar eru svo sendir á 10 flugeldasölustöða víðs vegar höfuðborgarsvæðið og það var mikið að gera í dag því verið var að elda fyrir kvöldið og morgundaginn gamlársdag. Og svo á morgun er bara hinn árlega kjötsúpa slysavarnadeildarinnar og það eru svona 260 til 300 skammtar sem fara út úr húsi. Er alltaf kjötsúpa á gamlársdag? Já. Það er búið að vera kjötsúpa hér á gamlársdag síðan að ég var bara lítill krakki. Og hvað eru það mörg ár? Á ég verið að segja það. Flugeldasölumenn og konur, er þetta svangt fólk? Já, rosalega svangt. Og þetta er fólk á öllum aldri. Það eru náttúrulega ábyggilega 3 eða 4 kynslóðir sem að standa vaktina í flugeldasölunni. Þannig að maður heyrir oft pabbi, amma, afi, fólk er að hafa gaman saman. Sjálfboðaliðarnir okkar standa náttúrulega alla dagana frá klukkan 10 á morgnana og langt fram á kvöld. Og það er kalt í gámunum, þannig að það er nauðsynlegt að senda heitan mat til þeirra. Áramótin eru tími uppgjöra, en það er ekki á hverjum degi sem uppgjör fyrir fram á sviði fyrir fullum sal fólks í Borgarleikhúsinu. Það er Magnús Geir Eyjólfsson, fréttamaður. Magnús, hvað á eiginlega að gera upp þarna? Jú, hér á sviðinu eru annálaðir stríðakjaftar sem ætla að láta gaminn geisa menn og málefni. Þetta er áramótasprengja þjóðmála og því má eiginlega gefa sér að hér verði stóru orðin sístboruð. Gísli, þú ætlar að stýra þessu. Gerðist eitthvað á þessu ári sem vert er að tala um? Já, svona eitt og annað. Það voru kosningar, jafnvel 2, 3 og til bandaríska kosningar með og fleira. Þannig að það er nóg að fjallum eftir þetta ár. Stefán, það segir í fundarbúið að þið ætla að láta allt flakka í kvöld. Þeir eru ekki vanir að halda aftur á okkur. Hver er fá að heyra það? Já, við höfum beinlínis haldið aftur á okkur síðust árin, þannig að þetta er uppsöfnuð þörf sem hér mun brjótast út og við munum bara fara yfir víðan völl og það verður engum hlíft. Það fá allir sömu meðferð eins og alltaf. Það segir líka að þessi þáttur verður ekki birtur á netinu eins og aðrir ykkar uppákomur. Hvers vegna er það? Já, það er nú kannski einmitt vegna þess að við viljum láta gaminn geisa, en hins vegar treystum við líka í nútíma samfélagi að þetta mun allt leka út. Það mun einhverju taka þetta upp og það verður bara ennþá meira húlum hæ þegar að fólk fer átta sig á því hvað gekk á hérna. Gísli, það er uppseltindi kvöld og rúmlega það. Er bara endalaust eftirspurn eftir mönnum sem eru til að láta gaminn geisa á sviði? Já, það virðist vera. Við erum að ræða borðum og stólum til að bæta fólki upp á svið og það virðist vera að fólk hefur mikinn áhuga á stjórnmálum, miklu meira en kannski heldur en að við gerum okkur oft grein fyrir. Þannig að það sýnir sig hér í kvöld allavega. Ég segi bara strikir góða skemmtun og gangi ykkur vel. Ég ætla að gefa mig það að hér er verið líka látið nokkur orð falla Ríkisútvarpið, fréttastofu Ríkisútvarps sem er ekki birtingahæf, þannig að ég ætla bara að forða mér á loftinu áður en það gerist.
Já, við erum með breið bök, við tökum við næstu því hverju sem er. En þá að veðri, það hvessir syðst á landinu í kvöld með austan hvassviðri og hríð og versnandi akstursskilyrðum. Gular hríðarviðvaranir taka gildi í kvöld og detta úr gildi fyrir hádegi á morgun. Í fyrramálið gæti snjóað tíma á suðvesturhorninu en annars dregur úr vindi og styttir smám saman upp á morgun. En á norður- og austurlandi má búast við lítilsháttar éljum. Frosthörkur víða land, einkum inn til landsins. Þegar nýtt ár gengur í garð verður því kalt og rólegt veður víðast hvar á landinu og á höfuðborgarsvæðinu því hætti talsverðri flugeldamengun. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu dagaloknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Heimsmeistaramótið í pílukasti hélt áfram í dag en mótinu lýkur á föstudag. Ríkjandi heimsmeistari féll úr keppni í 16 manna úrslitum í gærkvöldi. Mikil spenna í toppbaráttu ítalska og portugalska fótboltans. Í báðum deildum skilur aðeins markamunur efstu liðin að. Og kappið bar fegurðin og ofurliði í NBA-deildinni í nótt þegar Miami sótti Houston heim. Íþróttir eftir andartak. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Fasteignafélögin leituð umtalsverðar hækkanir í Kauphöllinni í ár á meðan Play og Sýn áttu erfitt uppdráttar. Sérfræðingur segir miklar vonir bundnar við Alvotech á næsta ári. Snjó kyngdi niður á vestanverðu landinu í nótt. Morguninn var sá snjóþyngsti í höfuðborginni í vetur. Aðalvarðstjóri hjá lögreglunni segir að margir ökumenn mættu skafa betur af bílnum áður en lagt í hann. Hönnun flugvallarins gæti hafa átt þátt í hversu mannskætt flugslysið varð í Suður Kóreu í gær. Flugfélagið vinnur nú að úttekt á lendingabúnaði annarra véla sömu tegundar. Nöfnum ráðuneyta hefur hvað eftir annað verið breytt á undanförnum árum. Nafni félagsmálaráðuneytisins hefur verið breytt 5 sinnum undanfarinn áratug. Áform ungs bónda að taka við búskap af foreldrum sínum í Borgarfirði í uppnámi vegna fyrirhugaðrar flutningslínu raforku. Næstu fréttir verði í útvarpi klukkan 10 í kvöld og RÚV.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. Við minnum á að síðasti sjónvarpsfréttatími ársins verður klukkan 1 eftir hádegi á morgun. En þessum næst síðasta fréttatíma ársins er hér með lokið. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Krakkaskaup, skemmtidáttur fyrir alla fjölskylduna þar sem farið verður yfir helstu skandala og atvik ársins. Árið með Gísla Marteini. Gísli Marteinn tekur á móti góðum gestum og gerir upp árið. Kona fer í